Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar, flutti ávarp á N4 á nýársdag þar sem hann beindi sjónum sínum út fyrir bæjarmörkin og horfði á skyldur okkar sem þáttakendur í samfélaginu, ekki bara á Akureyri, Norðurlandi eða á Íslandi, heldur í heimsþorpinu eins og hann kallar það. Ég hugsa allt það frelsi sem við Íslendingar höfum til athafna og þá umgjörð sem við getum búið börnunum okkar. Ég hugsa það hvað við erum heppin að mega búa á Íslandi. Þrátt fyrir karp í dagsins amstri menn og málefni, hnútukast á milli stjórnmálamanna, ríg á milli ólíkara þjóðfélagshópa, þá enn til staðar þessi sameiginlega taug sem fær okkur til þess að standa saman þegar í harðbakkann slær. Stríð þekkjum við ekki nema afspurn. Við sjáum hörmungar í fréttatímum sjónvarps og verðum jafnvel hálf ónæm fyrir þeim ósköpum sem að dynja látlust yfir aðra þjóðir. Við kippum okkur lítið upp við að sjá öll vígatólin, hrundar byggingar og kort af átakasvæðum. Það ekki fyrir en við mætum saklausum barnsaugum og sjáum fólk í neyð að doðinn rennur af okkur og við fáum eitthvað skynbragð á ástandið. Hjálparvana börn láta engan ósnortinn. Stundum talað heimsþorpið, þar sem allir verða að taka tillit til annarra. Sameiginlega jörð með sameiginlega hagsmuni allra. Í ljósi þessa hljótum við öll að láta okkur varða hörmungar annarra þjóða. Íbúar heimsþorpsins þurfa að standa saman, líkt og Íslendingar hafa gert þegar óblíð náttúran lætur til sín taka og neyðin mest. Við þær aðstæður spyr enginn aðra forgangsröðun. Ég snortinn af því að Akureyringar skyldu strax bjóða fram aðstoð sína þegar til umræðu kom að taka á móti flóttafólki frá hinu stríðshrjáða Sýrlandi. Hingað komu í byrjun árs 4 fjölskyldur, foreldrar, amma og 14 börn á aldrinum 7 mánaða til 17 ára. Eiríkur segir einnig frá því að á liðnu ári satt hann ársfund samtaka sveitafélaga í Evrópu sem haldinn var í tengslum við loftslagsráðstefnuna í París. Á fundinum í París áttu allir þáttakendur mikilla en oft ólíkra hagsmuna að gæta. Hins vegar held ég að öllum hafi verið ljóst að á endanum eigum við þá grunnhagsmuni sameiginlega að komast af, að lífið haldi áfram á jörðinni og að loftslagsbreytingar setji ekki það vistkerfi sem við þekkjum úr skorðum og stofni öllu lífi í hættu. Okkur hlýtur að bera skylda til að verja hagsmuni framtíðar barna á jörðinni. Margt smátt gerir eitt stórt og með samtakamætti eigum við möguleika á að vinda ofan af þeim loftslagsbreytingum sem hafa nú þegar látið á sig kræla og eru í farvatninu. Viðsnúningur þessarar þróunar kallar á breytt hugarfar. Kallað eftir vitundarvakningu og allir þurfa að leggja sitt af mörkum. Bæjarstjórn Akureyrar hefur sett sér þar markmið að Akureyri verði kolefnishlutlaust sveitarfélag á allra næstu árum. Við viljum vera umhverfisvænt, grænt samfélag. Og ýmislegt hefur nú þegar verið gert sem miðar að þessu markmiði. Eiríkur segir mikla gerjun vera á þessu sviði á Akureyri og að stórt skref hafi verið stigið með stofnun félagsins Vistorku á síðasta ári og að einnig sé í bænum frítt í strætó sem stuðla að minni notkun einkabílsins sem getur dregið úr mengun. Þá bendir hann á að Akureyri eitt þeirra bæja á Íslandi sem lengst á veg komin við flokkun heimilissorps og úrgangs frá fyrirtækjum og fleira. Að lokum segir hann árið 2016 boða nýtt upphaf og ný tækifæri en þá muni Akureyringar bjóða nýja íbúa velkomna til að njóta þess sem bærinn hefur upp á að bjóða. Við þurfum að bera höfuðið hátt, stuðla betri framtíð mannkyni öllu til heilla og brosa framan í heiminn. Eða eins og skáldið sem að verðskulda hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskara tungu árið 2000 orðaði það: ef þú smælar framan í heiminn, þá smælar heimurinn framan í þig. Framtíðarsýn okkar Akureyringa björt. Við skulum fara að ráðum Megasar og smæla framan í heiminn.